Nú komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Komið sæl. Við ætlum að fjalla núna tjaldbúðina, bústað Guðs. Og ég ætla að byrja á því að lesa nokkur vers úr 2. Mósebók 25. kafla, fyrstu 9 versin. Drottinn talaði við Móse og sagði: Seg Ísraelsmönnum að þeir færi mér gjafir. Af hverjum þeim manni skulu þér gjöf taka mér til handa sem gefur hann af fúsum huga. Og þessar eru gjafir þær sem þér skuluð af þeim taka, gull, silfur og eyr, blár purpuri, skarlat, baðmull og geitahár, rauðlituð hrútskinn, höfrungaskinn og akasíuviður, olía til ljósastikunar, kryddjurti til ilmsmisla og ilmreikelsis, sjóamsteinar og steinar til legginga á hökulinn og brjóstskjöldin, og þeir skulu gjöra mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra. Þér skulu gjöra hann í öllum greinum eftir þeirri fyrirmynd af tjaldbúðinni og eftir þeirri fyrirmynd af öllum áhöldum hennar sem ég mun sýna þér. Þetta eru mjög nákvæmar upplýsingar byggingu staðarinn sem Guð ætlaði að búa á meðal fólks síns. En þá fleiri leiðbeiningar eru gefnar í þessum kafla og köflunum á eftir. Við sjáum að ekkert var skilið eftir fyrir ímyndunarafl mannsins og dómgreind þegar helgidómurinn sem átti að vera eftirmynd og skuggi hins himneska var gjörður vegsamlegur. Það varð að byggja tjaldbúðun eftir þeirri mynd sem Guð sýndi Móse á fjallinu. Ísraelsmenn áttu að tilbiðja og fórna þar og hvergi annar staðar og ekki skildu þeir nálgast Guð með öðrum hætti. Guð gaf einnig fyrirmæli hvernig og hvar fólkið skildi slá upp tjöldum í kringum musturið. Hver ætt fékk sinn ákveðna stað og sitt eigið merki, sjá 4. Mósebók 2:22. Næst tjaldbúðinni áttu levítarnir að búa. Þeim var ætlað að framkvæma heilaga þjónustu fyrir hönd fólksins. Tjöld þeirra mynduðu varnarmúr í kringum tjaldbúðuna og átti að vernda fólki fyrir reiði Guðs vegna synda þess. Það yrði of langt mál að lýsa öllu í smáatriðum því allt hefur táknrænan boðskap og til þess þyrfti aðra bók og slík bók til. Og þarna vísar hann sennilega til bókar eftir Vilhelm Berling sem heitir Tabernaklet í ögnen eða tjaldbúðin í eyðimörkinni og það eru 2 bindi til. Næsta undirfyrirsögn hið ytra huldi hið innra. Hingað til höfum við reynt að fylgja rauða þræðinum án þess að ræða nema lítilega skuggamyndir blóðsáttmálans í ljósi Nýja testamentisins. En nú erum við komin svo nálagt dýpstu merkingu blóðsáttmálans í myndmáli Gamla testamentisins að ég held að við ættum að bera skuggamyndirna saman við raunveruleika Nýja testamentisins. Þetta verðum við að gera í mjög stuttu máli. Í kringum tjaldbúðina var afgirtur forgarður. Allir hafðu aðgangað forgarðinum, en einungis presturinn hafði aðgangað sjálfri tjaldbúðinni og einungis æðsti presturinn hafði leyfi til að fara inn í hið allra heilagasta og aðeins einu sinni á ári á friðþægingadaginn. Það sem vekur mesta athygli við tjaldbúðina er þessi mikli munur á ytri og innri gerð hennar. Hið innra var hún gerð úr grófu og óunnu höfrungaskinni, óaðlaðandi grá og mjög lík hinnum tjöldunum. Af hinnu ytra gat enginn gert sér í hugalund konunglega fegurð hins innra. En strax undir ysta hjúpnum var verkað rauðlitað hrútskinn, minnir það ekki á hrútin sem var látin koma í stað Ísaks á fórnaraltari Abrahams, rauðliturinn bendir á blóðið. Tilgangur alls í tjaldbúðinu var að benda á veg hins synduga manns til Guðs. Á grísku þýðir orðið sem notaður í tjaldbúð bústaður. Og orðið varð hold og hann bjó með oss, segir í Jóhannesar Guðspjalli 1. kafla og 14. versi. Hann tók sér búsetu á meðal okkar, því að í honum þóknaðist Guði að láta alla fyllingu sína búa, Kólusarbréfið 1:19, því að í honum býr öll fylling Guðdómsins líkamlega, Kólusarbréfið 2:9. Hið innra var tjaldbúðin, guðdómlegt kraftaverk fegurðar og hið allra helgasta var fullt af dýrð Guðs. Grófur hjúpur hinnar jarnesku tjaldbúðar huldi dýrð Guðs, þannig var Jesús að ytra útliti sem maður, líkur öllum öðrum mönnum.
Í augum annara manna var ekkert sérstakt við trésmiðin frá Nasaret, hið ytra afhjúpaði ekki tafalaust dýrð Guðs sem bjó innra með honum, en fyrir innan mannlegan hversdagsleika trésmiðsins flæddi Guðs eigið blóðið sem átti afmá syndina. Dýrð Guðs sest einnig að í þeim sem opna hjörtu sín fyrir honum því að ritningin segir vér erum musteri lifanda Guðs. Að ytra útlit engin munur á þeim kristnu og öðru fólki, já stundum finnst fólki hinni trúuðu meira að segja óaðlaðandi og leiðilegir. Það veit ekki leyndardóminn undir yfirborðinu. Fyrirgefning fæst ekki án blóðs. Til að kynnast leyndardómnum á bakvið gráan hjúp tjaldbúðarinnar urðu menn að fara í gegnum hliðið sem var innan við búðir ættkvíslar Júda. Á merki þeirra var mynd af gylltu ljóni á blóðrauðum grunni, frelsunin kemur frá ættkvísl Júda. Sá sem gekk í gegnum hliðið kom beint að brennifórnaraltarinu. Hér byrjaði vegur hins synduga manns til Guðs. Þeir sem gengu inn höfðu með sér fórn, lamb, sem varð að gefa líf sitt sem staðgengill og blóði þess var stökkt á horn altarisins. Eins og þetta altari litaðist af blóði varð einnig krossinn á Golgata rauður af guðdómlegu blóði frelsarans. Hann lagði sjálfan sig í sölurna fyrir oss, svo sem fórnar gjöf Guði til þægilegs ilms, segir Páll í Efesusbréfinu 5:2. Við sem lifum núna getum ekki heldur nálgast Guð á annan hátt en gegnum fórnaraltarið. Í blóðsáttmála kemur blóðið í stað þess sem við skuldum. Við eigum að gæta siðgæðis í hvívetna og vera þekkt af góðum verkum, en gott siðgæði og góð verk leiða engan fram hjá krossinum. Fyrirgefning fæst ekki án blóðs. Öll sjálfsréttlæting okkar sem saurgað klæði, samanber Jesaja 64:5. Við getum ekki eignað samfélag við Guð fyrir okkar eigin verk, heldur aðeins fyrir það réttlæti sem fæst af trú á Jesú Krist, Filippíbréf 3:9. Í gamla sáttmálanum gat blóð saklausra dýra aðeins hulið synd mannsins stundasakir, en blóð Jesú Krists afmáir syndina og Guð minnist hennar ekki framar. Þegar síðasta fórnin í gamla sáttmálanum, Jesús, gaf upp andan, rifnaði leið fortjald musterisins Jerúsalem ofan frá og niður úr, fortjaldið sem hafði hangið framan við hið allra helgasta. Lög gamla sáttmálans með fórnunum og því sem þeim tilheyrðu voru úr sögunni. Musterið hætti að vera fundarstaður Guðs með manninum, húsíðar verður í eyði látið. Næsta skref að hinnu allra helgasta, leiður okkur að eirkerinu. Það var gerð úr kopar sem fékkst úr speglum sem konurnar höfðu notað, 2. Mósebók 38:8. Það var einmitt til þess ætlast að menn spegluðu sig í því til að sjá hversu óhreinir og blettóttir þeir voru. En þarna var vatn til að þvo sér úr, þó einungis fyrir hendur og fætur. Hreingerningin sem reið baggamunin fór fram við brennifórnaraltarið. Hjá okkur það krossin. Við verðum þar leiddir til heilags prestafélags til þess að bera fram andlegar fórnir, eins og Pétur segir í sínu fyrra bréfi 2 og 5. Þú ert ennþá barn Guðs þegar þú kemur að eirkerinu sem táknar orð Guðs, en í spegli þess sérðu að þú hefur óhreina bletti. Gangan í forgarði Guðs ríkis hefur óhreinka þig og samfélagið við Guð hefur skaðast af því. En þú þarft ekki að fara aftur að brennifórnaraltarinu, krossinum. Vegna þessa heldur þværðu þér í eirkerinu. Þú þarft ekki að fæðast að nýju einu sinni enn, en aftur og aftur þarft að þvo skítugar hendur þínar og fætur. Hendur og fætur tákna fullkomna þjónustu okkar og ófullkomna göngu. Hinn heilagi andi sýnir okkur spegil orðsins til að við skiljum þörfina fyrir þvott. Guðs orð, Biblían, líkist eirkeri með rennandi vatni. Við byggjumst upp við það bað orðsins í krafti heilags anda. Síðan höldum við áfram, innar, nær hinu allra helgasta gegnum hlið tjaldbúðurinnar. Það var fortjald úr tvinnaðri baðmull í 3 litum, bláum purpura, rauðum purpura og skarlati. Þetta eru tákn fyrir guðdómlegan raunveruleika. Herbergið heitir hið heilaga. Það ekki hægt að komast inn í hið allra helgasta þar sem Guð hefur hásetti sitt án þess að fara í gegnum hið heilaga. Hinn 3 mikilvægu tákn eru 7 arma ljósastika, skoðunarborðið og reykjelsisaltarið. Og í næsta lestri þá
þá munum við líta á táknræna þýðingu þessara 3 hluta og ég þakka fyrir í dag. Guð blessi ykkur. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn er skrifið af Sten Nilsson kennara við Biblíuskólan Livets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.